Það í rauninni ekkert langt síðan að staðan var þannig að ef að þú greindist með ólæknandi krabbamein, að þá þýddi það í rauninni það að það var kannski ekki hægt að gera neitt mikið til að hafa áhrif á framgang sjúkdómsins. En í dag að þá veruleikinn þannig að ef að þú greinist með ólæknandi krabbamein, þá geturðu í mörgum tilfellum átt von á því að geta bara svolítið lifa með sjúkdómnum eins og bara með hverjum öðrum langvinnum sjúkdómi. Þetta fylgir svo samt alls konar áskoranir, bæði fyrir þann sem að greinist og aðstandendur. Maður getur ekki gert sér það í hugalund hvernig það að fá svona fréttir. Þú kannski ert með hugmyndir að þú óttist ekki dauðan og annað slíkt, en svo bara þegar að þú stendur frammi fyrir þessu, að þá held ég að það setji bara hlutinni í eitthvað allt annað samhengi. Og það margir vinna samt ótrúlega vel úr því og það fer kannski svolítið eftir því bara hvað hefur gerst í fortíðinni, hvernig persónuleiki þú ert, en líka kannski bara hvaða einkenni sjúkdómurinn gefur af sér eða meðferðin. Af því að það mjög erfitt að vera bjartsýnn og halda í vonina þegar að kannski verkir bara taka alltaf sviðið. Þannig að ég mæli alltaf með því við mína skjólstæðinga að ef að fólk að finna mikil einkenni að leita sér aðstoðar varðandi það, því að við eigum hér á landi alveg ótrúlega góða og sérhæfða þjónustu sem að hjálpar fólki að takast á við þessi einkenni og að bæta lífsgæðin, og að það hefur bara svo jákvæð áhrif. Margir kannski upplifa svolítið það líka að það að vera svona kippt út af færibandi lífsins, sem maður getur sagt sem svo, og að þurfa að kannski hætta eða minnka mjög mikið vinnu og kannski að geta ekki sinnt sömu hlutverkum áður og borið alveg sömu hattana, að það tekur svolítið í sjálfsmyndina. Og margir kannski bara uppgötvað í fyrsta skiptið hvað þessi hlutir stór partur af þér og af sjálfsmyndinni. Við hvetjum alltaf fólk til að reyna að halda áfram að hafa rútínu í lífinu. Og þótt að sé bara þetta, ég vakna ákveðnum tíma og tek nokkra djúpa andardrætti og svo kannski hlusta ég á sögu klukkan 11 eða mála eða skrifa, og bara að það sé smá dagskrá, það gefur þér ákveðið akkeri og öryggi. Og hjá Krabbameinsfélaginu þá býðst fólki að koma og hitta okkur ráðgjafana og setjast niður með hlutlausum aðila og svolítið að bara ræða það sem að liggur á hjartanu og huganum. Það eitthvað sem ég vil svo sem bara hvetja alla til að prófa og gefa tækifæri. Oft þetta eitthvað sem að fólk að gera í fyrsta skiptið og það getur verið svolítið erfitt skref að taka, en það kemur oft fólki óvart eftir á hvað þetta getur hjálpað mikið og bara hvað það getur komið svona betra skipulagi á hugan og hvað það getur fyllt þessu mikill léttir. Og Krabbameinsfélagið býður semst upp á ókeypis ráðgjöf og stuðning, bæði fyrir þá sem hafa greinst með krabbamein og aðstandendur þeirra. Fólk sem lifir með langvinnu og ólæknandi krabbameini þarf fjölbreyttan stuðning. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.